Þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við aðeins að kanna mótorhaus. Það eru þættir hérna á N4 sem hafa verið í gangi undanfarið og nú er ný sería að fara í loftið og þeir eru komnir til mín Brynjar Schutt og Axel Þórhallsson. Velkomnir. Takk. Hvernig leggst þetta í ykkur? Ný sería? Bara vel. Mjög vel. Mjög spennandi. Númer hvað er þessi? 4. sería. Já. Og nú ætlum við að taka þetta eitthvað lengra voru að segja mér, svona alla leið, ekki að gera þetta á kvöldinu helgar og á nóttunni. Þetta er orðið meira full-time núna. Já. Þetta er í fyrsta skipti sem við verðum með þátt ekki hálfsmánaðarlega heldur í hverri viku. Hverri viku í allt sumar. Þannig að það verður sett svolítið meira púður í þetta heldur en undanfarið. Og þið hefur líka náð að fá svona smá styrki, svona spons í þetta. Já, styrktaraðila. Dekkjaöllin og Landsdólpi er að gera okkur þetta kleift að vera í þessu full-time. Á daginn, einmitt. Já. Og nú eru þið búin að hafa hvað sögðu margar seríur? 4. Fjórar? Þetta er 4. Er endalaust hægt að finna nýja vinkla og fjalla mótorsport? Já, þetta er svo breiður hópur hérna á Íslandi. Já. Getið þið nefnt svona, af því að nú hef ég ekki séð, ég verð að viðurkenna það, ekki séð marga mótorhausþætti. Hver er breytinni? Við erum náttúrulega að tala væntanlega einhverja svona torfæru bíla, en líka margt meira, er það ekki? Jú, þetta eru, við höfum nú farið allt frá bátum og upp í flugvélar. Það er ekki búnir með flugvélar ennþá, en hvað kemur í ljós í sumar? Er það allt bara með mótor í? Basically, já. Svo er svona upp í hugmynd í sumar að vera með eitthvað sem er ekki með mótor. Ok, eins og má gefa það upp? Já, nú mögulega verður eitthvað alltaf meira rafmagnsbílum hérna í framtíðinni. Já. Og það eru náttúrulega bílar, þannig að það er að gera að fara að tjekka á því hvernig þeir eru og maður hefur nú einmitt gripið í svona bíla. Þetta er alveg geggjað og allir sem hafa prófað þetta finnst alveg magnað, sko. Lýst ykkur vel á þessa rafmagnsbíla? Því að nú er ég að reyna að skipta bíl. Já. Og ég var alveg hörð á því að fá hýbrít. Hýbrít? Twin, eða hvað maður kallar þetta. En svo er bara alltaf verið að segja mann einhverjar hryllingssögur að það sé ekki alveg kominn tíma á þetta, að batteríin sé ekki nógu góð, bíti. Hafið einhverja skoðun á þessu? Já, ég held að svona neikvæðar raddir séu ótrúlega háværar. Ég held að þetta er nú ekki jafn slæmt og menn er að tala sko. Nei. Og nú er ég ekki að segja eitthvað til lofti, sko. Svo veist ekki þú. Já, en þú veist, það er svo staðreynd að þessi batterí hafa endast miklu betur en framleiðendur héldu í upphafi. Jafnvel við íslenskar aðstæður? Yes. Já, ok. Þannig að þetta er nú ekki að præðilegt og menn heldu. Nei. Þetta er bara eins og allt, það er allir hræddir við breytingar, sko. En ég held að þetta sé málið. Og svo er framförin á þessu sviði svakaleg. Það er bara betri og betri batteri. Betri á mjög stuttum tíma, sko. Já. En svona, já, heilt yfir, við höfum kíkt á bátasportið, ætlum aðeins að skoða það aftur í sumar. Já. Og við höfum verið í motocrossi enduro eitthvað og náttúrulega torfæru, drifti og hvað. Hafið eitthvað á snjósleðum inn í þetta? Já, við höfum fylgst svolítið með því. Við ætlum að sýna aðeins frá því. Við ætlum að sýna frá 2 snjókrossmótum. Þannig að þið hafið líka verið að vinna í sarpinn í vetur svona? Já, vakandi og sofandi yfir þessu. Hvað drífur ykkur áfram? Hvað er svona gaman við þetta? Það er bara, held ég, svona alveg lágmarkið að vera mátulega einfaldur til þess að nenna þessu. Já. Og svo er það bara, við elskum þetta bara. Hafa áhuga á því sem maður er að gera. Já. Þetta er bara geggjuð hugmynd sem þið fenguð og þið bara látið hana gerast. Og þið eru bara 2, eða hvað? Mestmegninu til, en fáum náttúrulega hjálp frá góðum vinnum og aðstandendum. Já. Ert þú með kamerun? Ert þú með myndatökuvélina? Ég er með myndavélina. Og þú fyrir framan myndavélina þá? Eða hvað? Að segja og tala og svona? Já, nú datt ég aðeins út, nú er ég farin að horfa á eitthvað drast hérna í settinu. Við erum báðir í þessu kafi. Það skiptist þig á svolítið að vera bak við myndavélina og fyrir framan. Sko Brynjar er nú þannig að ég átti nú bara að vera á mikrofóninu, sko. Þú áttir að sjá mækinu á mikrofóninu? Bara það, ekkert annað. Svo einhvern með svona fór þetta að breyta, sko. Þegar að menn eru undirmannaðir, þá er það svolítið gott að vera með 2 kamerumenn en ekki 1. Já. Þannig að maður er farin að ég vakna oft upp við að ég er einn út á hól lengst þar að mynda eitthvað í öl, ískaldur ógeðslegur og hann eitthvað að dunda sig bara. Nei, þetta er gaman. Já. Mjög gaman. Og nú er þetta bara full dagvinna eins og þið segið. Já. Og þið eru bara að fara eftir út að skjóta eitthvað, taka upp eitthvað. Já, stanslaust. Eftirvinna þætt. Það fer þáttur í loftið núna í næstu viku. Næstu viku. Á miðvikudag. Miðvikudaginn klukkan 8. Miðvikudaginn klukkan 8 og þetta verður vikulegt. Yes. Allt sumar. Já. Og eru þið tilbúin með fyrsta þáttinn eða eru þið að fara bara að klára hann? Hann er klár. Hann er klár. Það kallast að það er búið að læsa klippi, eins og ég segja, sko. Það er alltaf að lesa svona einhver orð á netinu, hvað það þýða og svona. Við erum aðeins farin að beita þeim, sko. Sláum okkur með flottum orðum. Þannig að þið eru svona að verða sjálfmenntaðir kvikmyndagerðarmenn, er ekki hægt að segja það? Jú, þetta er alltaf að koma. Já, má kannski. Það fer svona líða að því að við förum að kalla okkur amatúra, sko.
Já. Nei, ég veit ekki hvað það kallast. Kannski atvinnumenn. Það er svona, já, kannski eitt, já. Við erum atvinnumenn í sumar. Við erum atvinnumenn í sumar. Já. Og eru þið með svona, eru þið skipulagðir eða hvernig vinnið þetta? Þú veist, þið ætlaði að gera hvað marga þætti? Ég var að vona myndir ekki spyrja. Þetta svona skipulag og unnið eftir hendinni. Já. Hvað þurfum við að gera marga þætti sem sagt? 12. 12? Og eigið efni í slatt af þeim eða? Nei, það er rólegt eins og staður núna. Já. Við erum búin að ætla að fara suður nokkru sinnum. Að gera hvað? Að taka upp, já, það byrjaði náttúrulega í byrjaði í apríl eða eitthvað. Drift, útskýrið aðeins fyrir okkur. Já. Hvað drift er? Íslensk orðið fyrir drift. Nei, bara, er það þá bílar eitthvað svona keyrir hringi? Já, á flatreki. Á flatreki? Já. Já, þetta er fallegt orð. Það er bara bílar að keyra í hring í ákveðinni gráðu. Rosalega hratt. Það eru frekar hratt, já. Og það snýst að spóla sem mest. Þetta er mjög heimskulegt þegar maður segir frá því. En þegar fólk horfir á þetta, þá alveg missir það andan, sko. Þetta er svo geggjað flott, sko. Og er það jafn flott í sjónvarpinu eins og að vera þarna alveg við í olíulyftinu? Þetta er eins og að horfa á dans. Já, ok. Það eru mjúkar hreyfingar og allt að gerast. Þetta er alveg klikkað sport, sko. Ok, drift og svo fleira. Hvað fleira ætlaði að hafa í þáttunum? Þau eru að koma með fleiri svona. Það er til dæmis sandspyrna. Sandspyrna? Já, við ætlum aðeins að fara í það. Svo er það gullspyrna. Gullspyrna? Já. Hvað er það? Núna til dæmis í næstu viku bíladagar. Já, fornbílarnir, ég vissi hvað það var. Ég skildi það. Já, og þar er sko á bíladömi keppt í drulluspyrnu og það er keppt í drifti og það er keppt í götuspyrnu og það er keppt í sandspyrnu og það er keppt í græjukeppni og svo er bílasýningin. Og þetta er allt hérna á Akureyri, þið þurfum ekkert að fara langt til að... Nei, það byrjar núna 14. júní og 1-17. Það er efni í nokkra þætti, það ekki? Já, og það er bara alltaf svo góð stemming yfir því. Það er alltaf ægilega gaman að fylgjast með því, sko. Já, ok. Þannig að það er að gera. Já. Heyrðu, við bara hvetjum fólk til að stilla á N4 á miðvikudögum klukkan 8 og aðeins að athuga Mótorhaus þættin ykkar. Og ekki gleyma að fylgjast með Instagram, Snapchat, YouTube, eru þið þar Facebook, alveg, alls staðar? Alls staðar. Ég skil að þessi upptekni menn. Já. Heyrðu, frábært að fá ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir komin og gangi ykkur vel. Takk. Verið velkomin í Mótorhaus. Núna erum við á Hellu.